Nú ætlum við að kíkja á 2 dæmi í æfingu 3 í 5-6. Þetta eru dæmi 4 og 5. Við erum með mismunarunu og sjáum liðina fyrstu 4 í mismunarunni hér. Og svo kemur einhver fullt af liðum og svo er 355. Og númer hvað er liðurinn 355? Þannig þurfum við að vinna út frá jöfnu sem er bara gefin í bókinni. BI er jafnt á B1 pluss I mínus 1 í sviga sinnum D. Og við vitum að B1 er fyrsta talan í rauninni og D er bilið á milli talna. Við sjáum bara strax að bilið hérna á milli er 10. Og BI, það er talan sem er spurt um. Þannig að við setjum inn í jöfnuna 355 er jafnt á B1 sem er mínus 15 pluss I sem við vitum ekki hvað er. Það er í raun númerið á tölunni. Sem er sem sagt I mínus 1 sinnum 10. 355 jafnt á mínus 15 pluss 10 I mínus 10. Markvalda bara inn í jöfnuna. 355 mínus er jafnt á mínus 25 pluss 10 I færið yfir. 380 er jafnt á 10 I er jafnt á 38. Þetta er tala númer 38 í röðinni. Þannig nýti ég mér bara jöfnuna sem er gefin í kaflanum. Aftur erum við með mismunarunu og við eigum að finna út númer hvað 1200 er í þessari runu. En við erum ekki með upphafsreit og við erum í raun ekki með D heldur. Bilið, við getum reyndar svona, þeir sem eru talnaglöggir eru nú fljótir að sjá hvað D er, hvað bilið er á milli talna. En við vitum að A20 eða B20 ef við viljum hafa það þannig. Skulum kannski hafa þetta B til þess að nota sömu bókstafina. Er jafnt og B1 pluss 19D. Það er að segja B20, tala númer 20, er jafnt og fyrsta talan pluss 19 bil. Er það ekki? Og við vitum líka að B24 er jafnt og B1 pluss 23D. Af hverju 19 og 23? Jú, af því að fyrsta talan, við tökum hana frá. Þess vegna er þetta alltaf einu minna heldur en talan sem við byrjum með. Og við getum skrifað því við vitum hvað B20 og B24. B20 er 30 er jafnt og B1 pluss 19D og 32 er jafnt og B1 pluss 23D. Nú erum við bara með jöfnunheppi. Við erum með 2 óþekktar, B1 og D. Og þetta er, við getum bara margfaldað í gegn með mínus hérna. Þá dettur þetta út. Við endum með 2 er jafnt og 4D. D er jafnt og 2 deilt með 4. D er jafnt og hálfur. Nú veitum við hvað D er. Þá þurfum við að fara í jöfnuna sem við vorum með áðan. Það er að segja BI er jafnt og B1 pluss svíin I mínus 1 sinnum D. Því að nú vitum við að talan sem við leitum að er 1200 er jafnt og nú vitum við
kannski ekki alveg hver fyrsta talan en jú, við getum fundið það. Hvað vantar fyrstu töluna hérna? Við skulum reikna það bara hér. Fyrst að B20 er jafnt og 30, að þá hlýtur B1 að vera 30 mínus, að þetta er 20. talan, 19 sinnum, einu minna muniði, hálfur. Þannig að B er 20,5. Þannig að hér B1, sem sagt fyrsta talan, 20,5 pluss I mínus 1 í svega sinnum 0,5. 1200 er jafnt og 20,5 pluss 0,5 I á að vera hérna mínus hálfur, margfaldinn í svegan. Síðan dreg ég þetta frá. 1200 er jafnt og 20 pluss 0,5 I. 1180 er jafnt og 0,5 I. I er jafnt og 1180 deilt með 0,5 og það að deila með 0,5 er að sama margfalda með 2. I er jafnt og 2360. Það er sem sagt tala númer 2360 í þessari rönu sem að gefur okkur 1200. En við erum alltaf að vinna út frá þessari jöfnu hér. Þetta er lykiljafna í þessu öllu saman. Þegar við erum að vinna með mismunarunur.